Margrét Blöndal, sýning í Listasafninu í undirbúningi liðamót Ode to Join. Segðu mér aðeins svona hvaða hugsanarferli fer í gang þegar þú tekst á við að setja svona sýningu saman? Fyrst fer ég og skoða salinn, þar sem sýningin á að verða til í. Og ég reyni að svona fá tilfinningu fyrir því, bara hlutföllunum og hvernig, að því að salurinn verður svona svo umgjörð utan verkin. Og salurinn er líka svona uppsprettan á sig líka svolítið stað úr salnum, sko. Þannig að það byrjar á því, og í þessu tilfelli þá fór ég og skoðaði salinn og hugsaði hvað ég mögulega, að því ég fann ég þurfti að gera örlítið breytingar á salnum, eða kannski ekki breytingar, mér fannst ég svolítið þurfa kannski að hreinsa hann til þess að finna betur fyrir honum. Svo það er fyrsta ferlið. Og nú er það komið ágætlega á veg og ég verð að segja að það er gleðivaki að sjá það. Mér langaði til dæmis að fá lifandi birtu og mér langaði, það voru þarna líka alls konar skilrúm sem mér langaði til þess að losna við, hreinsa til. Já, og svo bara fer ég á vinnustofuna, því þessi vinnustofa sem er hér, hún er þannig að ég kem bara hingað inn til þess að teikna og þannig að ég svona undirbý mig oft, með því að fara út að ganga eða koma hreyfingu á einhvers konar hreyfingu, teygja mig eða eitthvað. Og svo kem ég hingað og vinn svona intensíft og stundum ekkert svo opuslega lengi, þannig að ég er aldrei að hanga hérna. Ég kem bara til þess að vinna og svo fer ég út, já. Og svo er ég búin að vera í þá allan vetur bara að teikna. Og svo kemur titillinn til mér, finnst alltaf gott líka að hugsa einhvern titil, af því það verður einhvers konar svona einn af þessum förstu punktum sem maður getur haldið í. Hvaða metafóra er þetta, liðamótin? Það er eiginlega metafóran hreyfingur. Mér varst líka, það var svo fyndið hvernig þetta orð kom til mín, það bara hvernig kom. Og fyrsta lagi er þetta þar sem 3 eða fleiri liðir koma saman, þar verður til hreyfing og ég er mjög mikið að vinna með hreyfingu í salnum. Ég er að búa til eða það langar mig til þess að gera, að fólk hreyfi sig öðruvísi en það hefur gert áður inn í þessum sal. Og svo fannst mér líka að í þessu orði liðamót, það er annars vegar þar sem liðirnir koma saman, verður til hreyfing, en svo er þetta líka eins og mót liða, þetta er eins og ættarmót, skilurðu, það er alls konar lið sem koma saman. Þannig að jú, kannski, eða þá að því að verk mín samanstanda, allavega sýningar samanstanda alltaf af nokkrum einingum, sko. Og nú er spurning, ég annars vegar með teikningar og svo verð ég með þrívíverk og það er spurning hvernig þessi lið stilla sér upp. En svona samsetning hlutana og hlutföll skiptaði máli, hvernig þú raðar hlutunum inn í rýmið. Já. Og það gerist bara síðustu dögum, eða ekki? Jú. Það er eitthvað sem þú veist ekkert alveg hvernig fer. Nei, og ég verð að því það er ekki huglegt. Það er bara þessi svona dýrslega hvöt eins og maður getur orðað það þannig, sko. Og þess vegna segi ég eins og núna, því nú er ég búin að vera, og ef ég fyrir annars vegar eins og þegar ég er að teikna, þá er ég líka, finnst mér ég að komast alltaf nær og nær salnum án þess að skoða grunnmyndir af honum eða svoleiðis. Heldur, þetta er svona, þetta er bara, ef maður er að vinna eitthvað áþreifanlegt, þá er bara svo margt sem gerist í líkamanum, sko. Í þínu verkum, maður þarf svona dálítið tíma inn í rýminu til þess að fá að skynja með þér einhvern veginn. Það er svona, hvernig hugsaðu mikið virkni á áhorfandann þegar til kemur? Ég get kannski ekki sagt því að hugsa það sem ég reyni samt alltaf sjálf að vera svolítið svona, eins og vera á hreyfingu þegar ég er að vinna og til dæmis, stundum byrjaði ég á því ég sest og svo byrjaði ég bara að teikna upp rýmið og það er ekki til þess að átta mig hlutföllum, það er eiginlega bara til þess að
komast nær því að skynja það og fá það svona inn í líkamann. En, og svo færi ég mig á milli staða líka, sko. Ég get ekki sagt kannski að ég sé alltaf að hugsa áhorfandann. Það er náttúrulega, af því að verkin eru að verða til, sko. Þá verði ég bara, þá er ég eiginlega, það er eiginlega ekki eins og munur á milli mín og verkana, meðan að þau eru að verða til, skilurðu. Þá eru þau svolítið bara áfram, framlegging af einhverju, já. En svo, þegar þau eru búin að finna sér stað, þá get ég klippt á það og þá hugsa ég, já, svona. Og þá get ég farið að hugsa, já, einmitt. Það er skemmtilegt að sjá þetta komandi úr þessari átt og ef ég bakka þá sé ég þetta úr þessari átt. Og svo snýst það leið og ég kem inn í salinn að þá snýst þetta þetta, sko, þú veist, eins og ég hef stundum talað það er svolítið svona fínstilla. Þú veist, ég er að búa til þannig að hver og ein eining myndi eina órofa heild inn í þessum sal. Og þá hætti teikningin að vera bara hluti af einhverju fullt af teikningum sem eru hérna inn í þessu rými. Heldur fær hún sér stað inn í salnum og þá hefur hún áhrif á það hvað birtist, hvar skúlptúrinn birtist, hvernig skúlptúrinn birtist. Og ég veit ekki til dæmis núna, ég veit ekki hvort eitthvað kemur til með að hanga úr loftinu eða hvort ég verð eingöngu með veggverk eða... Það er bara komið ljós. Það kemur, en málið er samt sem áður. Þetta er ekki eins og ég sé bara að dingla mér bara. Nei. Og svo mæti ég og flippa eitthvað, skilurðu. Þú veist, þetta er, ég hugsa oft af því að undirbúningurinn að svona intensífu ferli, þetta er, núna fæ ég 2 vikur, það er svolítið svona, ég hugsa að sé, ef maður getur fundið einhverja líkingu þá er þetta kannski svona eins og þegar flytjendur er að fara að flytja eitthvað verk, skilurðu, í tónlistarheiminum eða þannig að það er svona þessi andlegi undirbúningur og ég finn að ég er öll undirlögð, þú veist, ég get ekki alveg hugsað nákvæmlega hvað það er, ég hef svona með tilfinningu fyrir því og ég finn að það eru ákveðin efni sem kalla meira á mig en annað og Sérðu það rosalega mikið fyrir þér, sko, það sem þú ert að tekja eftir þú lokar á augunum þegar þú ert að hugsa þetta, sko, ertu dreymir þið til þess? Já, sko, það getur komið kannski, já, eins og heiti getur kannski komið, mér getur dreymt það, en mér dreymir ekki tilbúið verk, ég sé aldrei verk fyrir mér tilbúið, það frekar, sko, svo nota afturlíkingamáli við tónverk, af því við erum bara svo vön að tala tónlist abstrakt, skilurðu, og þess vegna er kannski einfalt að þetta er svolítið svona örugglega eins og bara tónhöfundur, eða höfundur á tónverki, af því að ég er að leita að ólíkum blæbrigðum og ég er að leita, mér vantar þunga á einum stað og mér vantar kannski hreyfingu á annan stað og svo vantar mig eitthvað sem er alveg að missa jafnvægið á þriðja stað, skilurðu hvað ég við? Og þetta finn ég bara leið að ég er komin inn í salinn og ég hef, sko, þú veist, eins og ég byrja bara á því sem ég þekki, þú veist, maður byrja bara með einhverju einföldu, þú veist, kannski með skærum eða eitthvað bara klippa í efnið eða ég ímynda mér það og svo fyrir kannski að hengja það upp og eitthvað sem lítur út mjög lofandi í eitthvað tíma verður síðan bara einhver alveg anstig daginn eftir og ég verð bara að vera alveg inn í þessu svona eins og dýr að finna og smátt og þá vonandi finna öll verkin sér stað, sko.